Já, það verið að sýna í Bíó Paradís heimildamynd sem heitir Frá ómi til hljóms og eftir Ásdísi Thoroddsen sem hingað komin. Sæll. Hún með marga viðmælendur í þeirri mynd og meðal annars Rósu Þorsteinsdóttur sem hvað sérfræðingur á þjóðminjasafni. Nei, ég þjóðfræðingur á Árnastofnun. Árnastofnun, fyrirgefðu. En sérðu Mísmús? Já, meðal annars. Ég sé þjóðfræðistofnunarinnar. Já, og meðal annars þessi hljóðupptökur sem eru á Mísmús. Já. Sko myndi fjallar ég veit ekki, ég var að velta fyrir mér, ég var búin að horfa á hana. Þetta svona tveir heimar sem að mætast í myndinni. Það svona gamall íslenskur tónlistarheimur. Kannski finnst okkur hann fátæklegur eitthvað svona. En hann svolítið, hann deyr í myndinni. Lifir náttúrulega í minningu sumra. Sumir að kveða og sumir geta sungið þessi lög og einhverja leifar til. En það kemur annar hljóðheimur og sigrar hann. Ég var að horfa á þetta í gær á íslenska tungu og ég var eitthvað að velta fyrir mér svona hvernig menning deyr og hvað hún deyr hratt og svona og kom mér óvart í myndinni hvað einhver menning sem átti sér djúpar rætur og var iðkuð alls þar hvað hún eiginlega gefur hratt eftir eða önnur menning vinnur. Er þetta það? Er þetta hamsaga? Þetta maður sumir sjá þetta sem mikið fögnuð þegar önnur tónlist barst og aðrir dúr og moll barst svona, var notað svona mikið í tónlistinu frá meginlandinu. Það gefa okkur mikið. Sem vissulega. En það leitt að hitt hvarf. Það finnst mér vegna þess að ég hef mjög mikið og mér finnst þau mjög safaríkir þessir fornu skalar, kirkjutóntegundirnar og jafnvel aðrir skalar sem ég kann ekki að nefna fyrir utan enn lítiska. Að þetta svo mentuð nöfn á grísku. Þess vegna en þetta sem sagt var fólk að kveða við eða syngja og við hljóðfæri sem að, já, mér finnst mjög gaman að hlusta á þetta. Alveg að hinnu nýja brumunu ólöstuðu sem nú orðið að vera 150 ára hér á landi, Þetta eru tveir hljóðheimar en svo líka tvennt þarna annað tvennt í þessari mynd og það Dómkirkjan og Norðurland eystra sérstaklega eða sérstaklega Norðurland eystra. Það líka borgarastéttin í Reykjavík á bakvið Dómkirkjuna og bændamenningin í Suður-Þingeyjarsýslu sem í rauninni tekur inn ný hljóðfæri með Jóni Jónssoni í Vogum, í Vogi og sem sagt að það svona þessi mynd ruggar dálítið milli þessara svæða og þessara heima en svo tengir þetta eru dagbókafærslur Sveins Þórarinssonar sem var amtsskrifari hjá Pétri Hafstein sem var faðir Hannesar sem áttu við vanda að glíma, geðsveiflur miklar og lenti mikið á amtsskrifarunum. En ég var nú ekki að leita þeim færslum þótt ég lesið þetta allt saman. Heldur þeim sem að lauta tónlist og þá sér maður hvernig hann fer frá því að spila á gjörsamlega útdautt hljóðfæri sem íslenska fiðlan og núna þar til að Sigurður Rúnar Jónsson fann það út hvernig ætti að spila á þetta Diddi fiðla og svo hins vegar reynir hann að læra danska slagara, hergöngumars sem var mikið í tísku. Mikið tónlist.
Þetta mynd tónlist og þessa breytingu sem var... Og mikil tónlist það sem í kringum hann og þarna á Norðurlandi... Mjög mikil. Og það mjög fallegt, sko, og hann færir þetta inn. En hann var greinilega listfengur eins og fólki þarna frá Víkingavatni. Já. En kannski þetta á dramatískt hjá mér, ég kannski var í eitthvað dramatísku skap í gær, að maður horfa á, kemur nýjung sem tekið fagnandi. Já, sannarlega. Miklu skemmtilegri. Já, en það einmitt viðhorfið sem við höfum kannski alist upp við, að þetta hafa allt verið svo leiðinlegt áður. Já. En ég hef alveg horfið frá því uppeldi mínu og held að þetta hafi nefnilega ekki verið leiðinlegt. Þetta var bara öðruvísi. Já, ég var nú vel bara meira þegar nýjungin kemur, annar hljóðheimur, og þá þykir það bara meira spennandi. Já. Og hann yfirtekur og hitt hverfur. Já, það gerir það og fólk skammast sín kannski dálítið fyrir þetta gamla. Til dæmis kirkjusöngin og maður sér það bara í blöðum frá þessum tíma þar sem að menn að óskapast yfir hvað hræðilegur kirkjusöngurinn og það reyndar byrjað dálítið fyrr því að Magnús Stephensen, hann skrifar það þegar hann gaf út sína sálmabók, þá talar hann þetta hvað 1801 sem sagt, hvað sálmasöngurinn sé hræðilegur, það þekki íslenski söngurinn þekkir engan takt, segir hann, og hann talar að hver keppist við annan að vera fyrstur eða síðast búinn allavega, og ég nefnilega sjálf hugsaði, sko, þegar ég fór svona virkilega að hugsa þessi mál, þá fór ég að reyna að ímynda mig, sko, hvernig þetta hefði verið með því að draga allt þetta neikvæða frá og horfa í gegn og hugsa hvernig var þetta raunverulega ef maður dregur þetta alla þessa neikvæðin í burtu. Og það var ekki fyrir en ég heyrði upptökur frá sálmasöng frá Suðureyjum sem að ég allt í einu kviknaði á perunni á mér, sagði þetta svona. Sem þetta hefur... Nei, það sem sagt upptökur því að þetta ennþá stundað á... Já, þetta nýjar upptökur. Já, nýjar upptökur já. Þetta ekki dáið út í Suðureyjum? Nei, það ekki dáið út þar og það til upptökur líka frá Færeyjum, þar sem að einmitt sungið þannig að það forsöngvari sem að minnir söfnuðinn bæði á lagið og textan. Og hann byrjar og síðan tekur fólk undir bara þegar það tilbúið. Og það sem sagt, þetta þannig að það erfitt að lýsa þessu, en þetta þannig að það í raun og veru allir að syngja sama lagið en ekki á sama tíma. Og þetta alveg ótrúlega fallegt að hlusta á þetta. Þetta svo seiðandi og dáleiðandi. En það ekki að vandaði til þess að sé fallegt. Þannig ef við tækjum bara einhvern söfnuð og letum hann gera þetta hann eitthvað sunnundag, það kannski næst ekki með fegurð. Nei, sko, þetta eitthvað sem að fólk náttúrulega elst upp við, en ég ekki viss að það sé svo gott að kenna fólki þetta núna, að gera þetta núna. Ég var að reyna að fá hljómeiki, vel þjálfaða sveit til þess að syngja svona. Því miður, þetta veiki punkturinn í myndinni. Það ekki hægt að en eða geta að fara til Suðureyja. Suðureyja það ljóðum svo hérað og... Já, þetta þessar upptökur sem ég heyrði frá Eini Lewis. Já, það svo stundar, já. Það eitt varðandi skömmina. Sko, það alltaf sagt að var það ekki Jónas Hallgrímsson sem hvað niður skammaði Íslendinga fyrir rímurnar eða þar segja hann Sigur Breiðfjörð. Það var kvartið því að það var í dagur íslenska tungu og hann samanlistegi, hann sem að eyðilagt rímurnar. Já, en svo heyrði, ég var að koma úr Sveppamó í sumar og heyrði, það var verið að endurflytja sem oftar, þætti, en þetta var nú ágætt, það var eitthvað rímur og þá var sagt frá því að þegar íslenska útvarpið byrjaði 1930, þá hafi verið mjög mikið kvæðasöngur, farið með rímur. Þar til að einhver skipstjóri
erlendur skipstjóri fór að býsnast yfir þessu gauli og þetta var þýtt og flutt í einhverju dagblöðum og það bara þagnaði þjóðin. Þetta nægði til þess að því að Þóttu okkur til þess að verða okkur til skammar eins og mikil. Og eins sagði Eggert Ólafsson varðandi danssöngin að vikivakana og dansinn, já, allt í lagi sagði Eggert Ólafsson með mínum orðum en látið ekki útlendinga sjá til ykkar. Svona Íslendingar eru þetta það afskekktir að þeir skamma sín fljótt ef að koma útlendingar að horfa upp á okkur. Það má ekki láta sjá að við séum einhverju skrælingjar. Nei. Og það er ekki ennþá að vera svolítið svona skjalla eitthvað sé eins og í útlöndum. Svona veitingastöðum eða eitthvað. Ég veit ekki hvað það sé ennþá, en það var svona fyrir einhverjum árum. Já. Það var svona viðmiðunin að verið þroskamerkið eitthvað leit út eins og það er útlöndum. Já, veit. En með útvarpi það var auðvitað spilað dálítið rímnakveðskapur í útvarpinu fyrst og þessi saga ég hef heyrt hana Jón Lárusson kvæðamann sem að meiri segja kvað á Alþingisháttíðinni 1930 og að frægu kvæðamaður og bjó norður á Vatnsnesi í Húnavatnssýslu. Hann kom suður og með börnin sín 2 og hann hélt kvæða skemmtanir og fyllti hús og það sagt að hann hafi getað keypt sér jörðina Hlíð á Vatnsnesi fyrir hagnaðinn af þessu, þannig að þetta var nú alveg til og þeir sögðu sem sagt að nú væri vitlausi maðurinn kominn í útvarpið, þannig að bresku sjómennirnir sem var sagt. En það er nefnilega svo oft talað það að fólki sem að man eftir þessari kvöldvöku hefð, þar sem að fólk satt saman á kvöldin og það var skemmt með upplestri og sögum eða sagðarsögur eða kveðnarímur mjög oft og svo endað á einhverju guðsorði í lokin þar sem oft voru einmitt sungnir sálmar með gömlu lögunum og það var þess vegna sem þau lifðu en þetta lognaðist út af þegar útvarpið byrjaði af því að þá fór fólk að hlusta á útvarpið í staðinn fyrir að og ekki maður á móti útvarpinu. Nei, alls ekki. En það samt að tapast mikið þegar menningin ekki stunduð af fólki. Já, alveg. Og þegar fólk að spila músík heima hjá sér eða segja sjálft sögur og fleira, það allt annars konar menning heldur en að við séum alltaf neytendur. Það nú dálítið merkilegt, ég lærði í Þýskalandi. Auðvitað eru til þessir ofboðslega fallegu flottu kórar þar og svona, en ég heyrði aldrei vini mín eða nokkuð fólk syngja, aldrei og þetta var útskýrt fyrir mér að nasistarnir hefðu tekið yfir arfinn, söngarfinn þessi alþýðulögin og allt það. Svo las ég bók, þetta var nú höfundur bókarinnar. Hann er með velsnafn sem ég get ekki sagt en þetta var 19 ára strákur sem datt út úr Cambridge og fór gangandi til Ungverjalands 1933. Og ég hef bara lesið þá bók þar sem hann fer Þýskaland. Það eru allir syngjandi, alltaf. Alveg ótrúlegur söngur og hann er allstar tekin inn sem gestur fólk hafa gaman að honum og þetta var svo skrítið að því að mér fannst það eiginlega einkennilegt hvað fáir sungu þarna, þegar ég bjóð þarna. En útalveg bjóð náttúrulega til sigur nasistana. Þar fyrir utan, já. Þetta er keðjuverkandi árið í Þýskalandi. Já. Svo tók ég líka eftir því að þegar ég úr kvikmyndagerðin og þá mikið unnið með útlendingum. Og minnstakosti því að gerði Inguló, þannig eftir því að það var Íslendingar sungu sér til skemmtunar. En það var líka út af því að tvísöngurinn, það svo gaman að standa í hóp og horfa á hinn og taka röddinu og þess aftur.
sko. Það er líka að syngja mikið núna, það er alltaf að við trúum því. Séu fleiri kórar og lifandi tónlistarlíf, þannig að dúrin og mollin eiginlega ekki þurrkaði ekki út tónlistina. Alls ekki. Sérstaklega og svo voru þeir sendið til, þeir fóru til Leipzig og til Þýskalands til þess að læra, Páll Ísólfsson og fleiri og Jón Leifs og fleiri. Og svo komu flóttamennirnir frá, sem Árni Heimir Ingólfsson skrifar og svo, það hefur ekkert verið þannig tekið utan það þegar múrinn féll og allt þetta fólk sem mjög hámentað í músík en ekki kannski topparnir, alþjóðlegu topparnir, en þeir þurftu að sjá börnum sínum farborða og komu til Íslands og settust að hér og þar út sveitir og jazzhópur í Reykjadal og svona organistar hér og þar og maður tók eftir þessu fólki og þá var það þannig að ég heyrði frá einum þeirra að Íslendingar væru mjög söngvin, hefðu mjög gaman að syngja og en það vantaði allan aga. Þetta líka falleg saga, þetta stíka búið að vera harmsaga, svona gamli ljómheimurinn hefði látið undan. Svo þetta sé til ennþá, það eru duglegt fólk sem að viðheldur þessu. En það þetta er ekki svona lifandi menning, þetta er svona svo gelíska eða eitthvað, þetta er svona hangir til í gömlu fólki. En maður getur líka hort á þetta sem svona gleði og sköpunarsögu að þegar það kemur inn nýr ljómheimur, hvaðan vel tekið og mjög fallega sagt frá því í þegar fólk að spila á Mývatni og fleira, Ómar, all sveitin af fiðluspili og flaut. Þannig að þetta, því þú ert að leggja áherslu á að þetta komið utan, en það líka svolítið það að þetta sko góður jarðvegur. Frjójörð. Alveg ótrúlega. Afskaplega og við höfum notið þess, eins og ég segi sko, líka að fá fólkið, útlendingana inn. Flóttamennina og svo efnahagsflóttamennina frá Austur-Evrópu sem hafa orðið mjög mikið lyftistöng út land. Bara þegar nóturnar komu fyrst og hljóðfærin, þá hefur það bara áhrif á bara strax, þetta er ekki svona hverfi á einni kynslóð eða tveimur, þetta verða svona vatnaskil, eða ekki? Jú, en sko bara ef maður tekur Svein sem dæmi sem eins og Ásdís gerir í myndinni, þetta er sko elsta heimildin sem ég veit harmoniku á Íslandi, það er harmonikan sem hann sér á Húsavík og hann er að spila á fiðlu, hann prófar að spila, fær lánað flautuna hjá prestinum og reynar að spila á hana og hann er mjög svona forvitinn þetta allt saman og langar til þess að prófa þetta allt, en hann lærir ekki að lesa nótur fyrir hann er á fullorðins aldri. Hann segir frá því í dagbókinni, það er þegar að eftir að bók Ara Sæmundsson langspilsleikinn kemur út og langspilsmíðina og þá fer Ari að kenna honum að lesa nótur en hann er búinn að spila allt sitt líf sko. Já, eins og margir gera. Einmitt þetta nú reyndar ekki myndinni sko. Nei. En það þurfti að velja færslurnar sko. En þetta er svona hluti af þessari sögu. Já, algjörlega. En margir lært tónlist þannig. Læra tónlistina áður og eru fullum að í tónlist áður geta lesið nótunar. Já, og sem er náttúrulega að lesa aldrei nótur. Og þeir eru oft í erfiðleikum með það sem að náði í svona snemma. Þá virka nótunar alltaf sem svona fölar myndir af tónlistinni. Nótunar er ekki tjörlega góð skráning svona ef að þú hefur ekki kynst þeim áður. Nei. Þetta sko, það var Benedikt frá Auðnum sem að skrifaði þarna og hans orð eru þarna flutt í myndinni sko. Hann var mjög liðtækur að flytja inn hljóðfæri og nótur. Það er ein manneskja þarna
sem ég gat ekki nefnt. Það verður bara, þetta dálítið, kvikmyndin dálítið erfitt form. Það getur ekki tekið allt með. Hún hét Lily, var skosk og bjó í Laxárdal á Halldórsstöðum. Og hún var mjög dugleg að og breiða út boðskapin að syngja í röddum. Íslendingar höfðu bara sungið í þessum tveimur, sem sagt, tvísöngslög. En það að fara að syngja í 4 röddum, hún var mjög liðtæk í því að breiða það út og sem sagt Reykvíkingarnir þá í gegnum hörpukórinn og þess háttar, organistana þar. En sem sagt, ég verð að geta hérna Liljar, svo hún, já, og hún var gift þarna á þennan stað, Lily frá Skotlandi. Manstu hvað meira hana? Nei, ég er ekki svo mikið. Það eru konur sem hafa gift íslensku bændum, hafa haft mikil áhrif í ræktun og í það. Heldur betur. Það yfirleitt alltaf þegar eitthvað nýjungar í ræktun og þá það yfirleitt erlend kona á bænum sem kannski ekki alltaf fjallað eins mikið Má ég bæta einu við þetta varðandi Suður-Þingeyjarsýsluna. Það eru 2 menn sem að skrifuðu bók, annar byrjaði, hinn lauk við hana og það hann, ef ég fer, þú leiðrétti mér, ef ég fer rátt með nöfn, Garðar í Lautum og svo Páll Jónsson. Páll H. Jónsson lauk við bókina og það sem sagt, þeir gerðu svona úttekt á fiðlueigninni í héraðinu eða sýslunni sem var gífurleg á mörgum árum reyndar. En þar í þessari bók lýsing á því þegar ferðamaður kemur að bæ og áður en að boðið upp á mat, að þá verið að karpa eða deila skáldskap og húsfreyjan heldur fram John Galsworthy og bóndinn á heimilinu, hann vill norrænu höfundana og svona gesturinn þarna að lýsa þessu og svo var sest að borðhaldi og eftir mat að þá var farið að spila og syngja. Sem sagt, þetta var á íslensku bóndabæ á 19. öld. Menningarheimili. Og þetta kemur allt fram í myndinni að hvað var mikil, hvað það var, útbreitt, hvað getur maður sagt, alþýðulist að spila, kveða? Já, það kemur vel fram í myndinni. Og þetta, rímurnar voru náttúrulega bara aðal skemmtiefni fólks bara í margar aldir, það er alveg ljóst. Og og það var náttúrulega varðveittu íslenskuna? Já, og en aðal tilgangurinn var auðvitað að segja sögu, skemmta fólki með því að segja sögu. Þannig að það var líka fyrir utan tónlistina, þá var þetta líka náttúrulega gaman að fá nýjar sögur. Þannig að eins og Sigurður Breiðfjörð, hann orti eftir einhverjum frönskum skáldsögum og ortan rímur eins og númarímur sem eru nú bara líklega hans vinsælustu rímur. Og hljómarnir eru kannski umgjörð til þess að vera auðveldra að muna og flytja rímundar. Já, einmitt. Það er sjón á textanum. Þetta er ekki músík sem þetta er að spila instrumental. Nei, alls ekki. Og mjög erfitt að skrifa hana upp á nótur með nútíma nótnakerfi. Og Ragnheiður Ólafsdóttir talar einmitt það í myndinni að hún telji að það sé miklu meira það heldur en upptökur sem varðveittar upptökur sýni að fólk hafi búið til lagið leið og það hvað. Og það er reyndar danskur svona tónlistarfræðingur sem hefur gert litla rannsókn á 10 kvæðamönnum þar sem að hann einmitt kemst að þeirri niðurstöðu að þetta hafi verið mjög algengt en það er svona að deyja út þegar við byrjaði að taka þá upp þarna 1960.
Þannig að þá fara lögin að festast og menn læra lögin alveg eins eða þannig. Það helviti skráningin, hún skemmir þetta. Já. Leður að byrja að skrá og þá byrja allir að eftirapa. Já, það er svona fristing í því. En fyrir þann tíma þá hafi raunverulega engin kveðið eins og sami jáfnvel ekki kveðið eins allan sinn tíma. Já, og endanum þegar þú erum gamall kvæðamaður, þá ertu eiginlega með frumflutt eða þín eigin tónlist. Já, hann kemst að þeirri niðurstöðu að hann finnur tvo sko sem að gera þetta alveg svona konsekvent og hann þeir búa yfir einhverjum svona stafla í minninu af svona frösum, svona tónlistarfrösum sem þeir svo að raða saman á mismunandi hátt, algjörlega ómeðvitað. Þeir eru ekki að hugsa nú ætla ég að nota þennan frasa og svo ætla ég að setja þennan aftan við, heldur bara þetta gerist bara. Og já, og það er þetta er heldur ekkert sko einsdæmi auðvitað fyrir Íslanda því að það hafa líka alveg verið gerðar svona rannsóknir annar staðar. Þetta er bara allt annar kúltúr. Þetta er bara þú kemur upp bara einhverju svona vélarkerfin í höfðinu á þér, svo bara leggur að stað og grípur eftir þörfum. En gerir náttúrulega vinnu fólks eins og þín alveg óbærilega því að þú getur ekki skráð þetta. Nei, það er ekki hægt nema bara, maður verður bara að hlusta á upptökunar. Já, þarlega í heimi þar sem allt byggir á því þar sem skráð og svo byggjum við á því aftur og þá bara getur þetta ekki lifað. Nei, einmitt. Það er ekki hægt að setja þetta við hillu. Nei, einmitt. En Benedikt á Auðnum, hann segir samt í bréfi til Bjarna Þorsteinssonar, þjóðlagasafnara, að það séu tvenns konar kvæðalög og hann talar einmitt þessi sem að verða til bara á staðnum af andagift kvæðamannsins, segir hann. Og svo eru líka til kvæðalög, segir hann, sem eru eftir eða kennd við þekkta kvæðamenn og verða vinsæl og verða kannski breiðast út jafnvel allt land, segir hann sko. Þannig að það er tvennt til sko. Það er ekki bara þetta sko. Verður örgulega til þannig að fólki líka því svo útgáfa. Einmitt. Þannig þegar þú ætlar að bregðu út af að þá við áhorfendun rítur þér aftur á staðinn til þess að heyra það eins og ástískerði sem var svo gaman. Já. Það getur verið þannig sem að verður til Þannig þetta er bara allt önnur hefð, þetta er allt annar hljómeimur, þetta er allt önnur menning. En hún verður svolítið undir og það sem að maður veldi fyrir sig þegar það svona gerist og hvað svo hratt það gerist. Já, þetta gerist mjög hratt hjá okkur, en svo bara því hún Rósa er hérna við hliðina okkur, hvað með til dæmis Grikkland og Albaníu og Iljónskviðu og Hómerskviðu? Þetta hlýtur að hafa verið sungið. Já, og það er náttúrulega til þessi skráninga og sko kvæðamönnunum hérna á Balkanskaga sem að einmitt sko gera þetta að þeir búa einlega lagi til leið og þeir syngja og svo gátu þeir líka breytt sko sögunum í kvæðunum, þessum sögukvæðum af því að það eru til dæmi það þar sem að þeir eru með tvo mismunandi eða sami kvæðamaður með tvo mismunandi áheyrendahópa og þá bara breytir hann sögunni eftir því sem hann veit að passar þessum áheyrendum. Já. Men þú þarft ekki að kunna söguna utan af. Nei. Þú þarft bara að vita hvað þú ætlar að segja og svo segir það bara. Já. Það er samt sem að vera skálskap í þetta. Já, og svo eru þeir með svona formúlur sem þeir geta sko nota og alveg eins og í rímunum eru náttúrulega kenningarnar má segja svona nokkuð konar formúlur þar sem að þú notar til þess að svona fylla í braginn eða þú þarf að vera ansi leikinn til þess að geta leikið þér að þessu. Þú þarf að vera ansi þjálfaðan heila. Og líka sem hlustandi. Það er náttúrulega meira gaman ef að sagnamari kemur og er einhver leit óvart. Já.
auðvitað. Það er það sem að áhorfendur eru alltaf að biðja Guðsbarnum komdu mér óvart. Og þó ekki, það er reyndar þannig að þegar vorum að skráningu, að þá er það þekkt í svona sögu klassíska tónlistar, þegar LP-platan kom og gat rúmað symfóníur og konserta og þegar allt í einu mæta áhorfendur sem eru búin að hlusta á allt, þá breytist mikið svona á 7. og 7. áratugum. Af því að áður hafði verið konsertin verið eitthvað nýtt en allt í einu kom áhorfendur og vilja fá að heyra allir samanburðar við eitthvað sem þeir kunna og segja býttu, ég held að Askinasi hafi nú spilað þetta aðeins öðruvísi. Þannig að skráningin skráningin er erfið í menningu af því að kemur þessi samanburður á móti því að gera fingrum fram sem var líka alltaf stutt að þessum stóðum eins og til dæmis í leikhúsinu, í leiklistinni, Commedia dell'arte, þetta voru týpur sem að voru gegnum gangandi og svo var bara ævintýri sem þessar personur lentu í, þau urðu mismundi en hafa ábyggilega líka verið stutt af svona stóðum, einhverju frásögn. Það er eitthvað slíkt sem í þessum kultúr líka sem að var. Já. En ég ennþá að hugsa hversu hratt þetta gerist. Því að ég með að horfa á myndina, þá þess að þetta gerist bara eins og elding, að leið og hitt kemur hinn hljómaheimurinn, þá breiðist hann út. Þetta var krafa tímans, en auðvitað, þetta var krafa tímans eins og kallaði þetta var lág í loftinu, en auðvitað vitum við að það var haldið áfram að kveða á heimilum, rímna lög. En verður ekki svona eins og, svona gjöful menning, þar sem að eftir að leggja eitthvað til viðbótar og heldur hún bara svona varðvislu menning. Já, en samt. Já. Ég verð að mæla með auðvitað Þórarinn Eldjárn orti þarna á sínum tíma Disney-rímur. Það voru nú að koma lágarímur. Og lágarímur. Ég verð að sem sagt nefna hana vegna þess að þar er nú mikið leikið sér. Þar horfur náttúrulega bara á einhvern mann svona akrobata í íslensku. Ég held að og þú ert bara hissa, þetta er ekki alveg ég get ekki lesið þetta og þetta er ekki mín menning. Nei, en engu að síður þá var það að vera hagyrðingur er alltaf leikvimi. Það er alltaf leikvimi með tungumálið. Ég segi, en þegar maður horfur á texta eftir Breka þá er þetta ekki tengt Bjarka fyrir ekki, Karlsson þá er þetta ekki þetta er ekki mín menning ég er bara að horfa og hann gera eitthvað. Já, er það ekki af því að þú lest ekki nóg af ljóðum? Nei, ég les ekki nóg af rímum. Nei, býðum við, ég var að klára bók. Þú hlustar ekki á nóg af rímum? Ég var að klára svo skemmtilega bók sem heitir Djöfulegi gleðileikurinn eftir Sölva Björn Sigurðsson sem er sem sagt skemmtanalíf Reykjavíkur á árunum 2004, 2005 og sem sagt blúprint af gleðileik Dantes. Og það er svona, þarna lendi ég í leikum í mikilli en hló. Og sem sagt þetta er bara maður verið að gefa sig í þetta. Já, ég er ekki að segja að þetta sé alveg loku bók, ég er bara að segja að þetta sé það í svona meira þess að hugsa það því að fór á 2 Hamlet-sýningar og þar er verið að halda í þess að hefða að vera með hann í forminu og ég var að velta verið með vitið ákveður við þessu því við erum ekki einu sinni með okkar eigin rímunnar eru farnar við erum ekki með fornkvæðin með svona aðferð við að fara með þau sem eru okkur kunnug þá er ég alltaf fyrir mig að byrja hendu ekki bara forminu á Shakespeare-textanum og notum bara innaldið sem nóg af. Ég bara er að velta fyrir mér hvar maður kemur að einhverju menningu þar sem maður þar sem þetta er hluti af. Þetta gerðu þetta Kurosawa með Macbeth, hann hendi textanum, hélt sögunni og gerði stórkostlega mynd. Höllina í Konguló og Vefjarskógi og samúræjamynd, færði þetta allt á Edo-tímabilið
það alveg hægt að taka þessar þjóðsögur, taka þessi minni og nota þetta í allt. En hins vegar þá, og þarna eru eins og rímnakveðskapinu sögur, það sem að mér finnst fallegt við þetta, það eru stemmurnar sem að eru bæði sumar flóknar, aðra bara lalla, en þær finnst mér fallegar og svo kvæðin líka, sum, ekki endilega þau flóknu, heldur bara sem sagt einhverjar ferskettlur sem bara skemmtilegra að syngja en að lesa. Ég bara tala svona hvernig eyrun á manni haldast opinn. Þegar einhver leiti hafa þau lokast, þegar dúramálinn kemur, þá lokast gömlu eyrun okkar. Þetta bara eins og hvort að fólk sé næmt fyrir að skilja íslensku með reim eða ekki, sko. Og maður finnur það sjálfur, ég manna þegar ég var ungur maður að ferðast í Bretlandi, að þá þegar maður kemur til London, sko, þá kváir enginn. En ef maður var í einhverju, afskiptur í sveit, þá allt í nöðu fólk átti erfiðleikum með að heyra hvað ég segði og ég skildi það ekki og ég hugsaði, já, bara, fólk bara með bara stór eyru, sko. Hvað tilbúin að orfa og hlusta á mikið. Og einhver leiti þegar þú dettur út á svona hljóðheimi, að þá verður hann þeir framandi. Það er það sem ég átti við með hann, Ég held að það sé alveg rétt. Karlsson. Að þegar maður heyrir fólk kveða, það ekki endilega hjá öllum í það minnstakosti það sem að fegurð eins og ég hef lært hana, læri. Hjá sumum, já. En þá kannski það í þessu sem er kallað söngur. Mér fannst eins og þegar ég var að hlusta á þetta í fyrsta sinn að það væri ekki alltaf endilega söngur í þessu, heldur kveðandi. Ég ekki tónfræðingur, ég á bara erfitt með að segja frá því, þetta bara mín upplifun. En sko það kannski þessi seimur sem að fylgir frásögn. Það kannski það sem ég að tala um. En sem sagt, það eru margar þessar stemmur sem eru mjög fallegar. Bara fyrir mín eyru, jafnvel. Já, líka við mættum bara æfa okkur meira, sko. Þetta svona, þú getur, kannski fyrsta skiptið þú drekkur beist te, þá var ekkert sérlega gott, en svo venur á það og þá var það besta sem ferð. Þannig að það eitthvað sem við erum að neita okkur með því að gefa okkur ekki eftir að hlusta. Ert þú að kveða í vinnunni? Ekki kannski mikið í vinnunni, en ég félagi, kvæðamannafélaginu í þinni og hef dálítið verið að æfa mig að kveða og reyna einmitt að kveða en ekki syngja. Og það einmitt það sem Ásdís talar og Ragnheiður reynda talar líka, þessar einföldu stemmur sem að eru bara svona flæða einhvern veginn svona áfram, sko, sem ekki beinlín svona sönglög. Það held ég að séu stemmurnar, sko, sem fólk getur notað til þess að kveða langar rímur, af því að maður verður svo þreyttur á að syngja einhver svona sönglög lengi. Sko, ég meina það kannski 60 vísur í einni rímu og það eru kannski 8 rímur, sko, í einum rímlaflokki, einni sögu. Ég hef einu sinni kveðið, sko, heilan rímnaflokk á 12 tónum. Það var haldið svona rímnamarathon á degi rímnalagsins sem 15. september. Og ég hef ekki getað, sko, kveðið við þarna, sumar af þessum sem einmitt svona sönglög, sko. Maður verður að bara velja eitthvað svona sem lítið tónsvið en annars verður maður svo þreyttur, sko. Og þegar það talað við kvæðamenn þarna í Þjóðfræðisafninu, þá voru sem sagt upptökur frá 1958 og 59 sem voru gerðar á Vestfjörðum, þar sem beinlinni, sko, spurt út í rímnakveðskap og þessa hefð og dálítið spurt mikið sömu spurningana, sko, hvernig það var gert og svona, og þá segja þeir, sko, að það mikilvægasta í kveðskapin það að koma sögunni til skila. Og það til dæmis eitt sem
talað að þetta draga seimin sem sagt að vera svona langan tón í lokin á hverju vísu, það til að skila vísunni og það gefur þá fólkinu sem að hlusta smá tíma til þess að melta hvað gerðist í þessari vísu áður en þá byrjar á næstu. Punktur og greinaskil. Já, einmitt. Já. Ég held að þetta væri til skrauts. Já. En hversu hratt þetta getur gerst? Það ein svona saga úr matarsögunni sem að þeirra Pasteur uppgötaði af hverju brauð gerjast og bjór bruggast og allt það. En þá fundum við leið til þess að nota bjórgerið til þess að hefa brauð og það gerðist miklu hraðar heldur en með súrdeginu. Og þetta breyttist svo hratt út heiminn að súrdegsbakstur eiginlega dó út og eiginlega skemmtilegast í Bandaríkjunum þar sem að fólk fór hérna, því kannist á vögnunum vestur, þá voru allir með sinn súr, þannig það voru einhver sem sluppu með súrin og hann dó ekki út, þannig að þurrgerið eða bjórgerið tók það ekki yfir. Og eitthvað því slapp voru svona kallar sem voru að leita gull í Kaliforníu sem að fóru með. Og þegar þegar súrdegið endur uppgötað í Bandaríkjunum, svona upp á 1970, að þá finnst það þar, annars hafði það bara þurrkast út. Og hvað súrdegsbakstur eyddist út hratt í heiminum, og í okkar heimi, svona eins og vesturna heimi, eiginlega ótrúlegt. Þetta gerist bara á kannski svona 15 árum. Hverfur bara löng menning og í önnur yfirtekur það. Og sömuleyti þá fannst mann þetta að vera svona saga það, hversu hratt þetta getur gerst. Og ég sé með svona áhuga á því að við erum svolítið í svona tíma núna sem að svona eins og menning sem að gæti allt í einu horfið og hversu veik hún er. Það er það. Það er það. Mér finnst ég með þessum myndum sem ég verið að búa til að ég sé hálfpartinn í mannfræði og þetta sé í rauninni kúltúr sem er deyjandi eða hörfandi til talandi matinn bara þetta taka slátur nú þetta bara gerfi vampir þeir fá það ekki, það eru reglugerð. Við búum ekki til skýr lengur Búum ekki til skýr lengur. Þeir eru að berjast fyrir því hjá stöku slátur, þeir eru orðin svo fá sláturhúsin að mega að koma með sviðahausa á markað vegna þess að þetta eru reglugerðir. En það er líka reglugerðir í Frakklandi. Já, en það eru reglugerðir í Frakklandi, en þeir bara reiðast ef að þeir eru ennþá að framleiða osta úr ógerilsneyddri mjólk og það eru alltaf einhverjir sem deyja á hverju ári út af því að út af einhverju vissum gerli þarna, en þeir halda áfram. En sem sagt, við erum ekki í neinni slíkri hættu, en allt þurrkast út hérna hjá okkur án mótstöðum. Já, það er svo við höfum, frakkarnir passaðu vel upp á sinn mat. Já. En við höfum ekki gert það. Eins og þess að við erum skýr í öllum búðum, en þetta er ekki skýr. Nei. Þetta er búðingur. Þetta er náttúrulega allt annað heldur en þegar einmitt hvert heimili hafði sinn súr til að sýra skýrið. Já, þá var það öðruvísi skýr. Þá var bara skýrið ekkert eins á öllum bæjum. Nei. Þannig að það er allt annað. Við vitum það, okkur grunar það, að það hefur verið betra skýrið hjá Siggu á bæ heldur en hjá Huldu í Tungu. Já, einmitt. En við höfum ekki þannan heim til þess að geta eða fundið hversu mikill munurinn gat verið. Það hlýtur nú verið hægt að gera þetta í það minnsta þarna. Ég var að kaupa daginn skýr á Erpstöðum. Já. Það var alvöru. Já. Það er gaman að lifa á svoleiðis á diski. En þetta með tíman, það er 1840, er ekki rétt hjá mér, sem að orgeli kemur í Dómkirkjuna. Jú, það bil. Já, og þá er Pétur Guðjónsson verður svo organisti og hann gefur út þessa sálmasöngsbók þarna stuttu seinna. Já, það var 1860. Já,
Já, en hann hefði safnað. En þar sko, og svo Ari Sæmundsen gerir svo leiðarvísi til að leika á langspil. Og þar kennir hann að sko smíða langspil sem hafi hálftónana líka, af því að það er það sem þú þarft ef þú ætlar að syngja í dúr og moll. En langspilin voru ekki þannig, þau voru þarna svona diatónisk, bara með 7 nótum sem sagt, en ekki 12 tónaskala. Og sko, þetta er nefnilega svo, hann tilengar Pétur Guðjónsson bókina, en Pétur Guðjónsson eftir móti varar fólk við að nota langspila því að það eyðileggi alla tónlist. En svo eigum við nefnilega það er bók eftir Finn Jónsson frá Kjörseyri við Hrútafjörð, þar sem hann segir einmitt frá því að hann hafi eignast bók Ara, fyrst eignaðist hann bók Péturs og hann gat ekki spilað lögin á langspili sitt. Svo eignast hann bók Ara og þá getur hann breytt langspilinu sínu til þess að geta spilað lögin og lært nýju sálmalögin. Og þetta gerist ekkit á löngum tíma, þetta er bara, og þannig, og svo sko fyrir hann að hjálpa mönnum með þetta í kringum sig og allir fara að breyta langspilunum sínum svo þeir geti lært nýju sálmalögin. Þetta gerist ekkert á mjög löngum tíma. Nei. Bara örskotsstundu. Já, ég veit ekki, einhverjum. Þetta er bara eins og kannski 10-20 árum. Þetta er svona fuglahópur sem er skyndilega breytur í stefnu eða síldartorfa. Já. Það er bara, samfélagi tekur bara ákvörðun að þetta er við ætlum þangað. Já. Og það að þeir geta þá spila gömlu lögin á þetta nýja langspil, sko, sem sagt endur hannaða, en aðalega eru það nýju lögin. Já. Sem verið að reyna að ná. En eitt varandi er svona hversu hratt þetta getur gerst. Ég meðan ég var ungur og fór fyrst í svona stórborgir, að þá var ég svo hissa að sjá að það voru svona leifar, að þarna var gamall hippi og þarna var svona gamall svona klæddur eins og Presley og það dó ekkert í stórborginni. Það er svo margir þar að þegar komur nýjar svona straumar að það náður ekki að skrapa botnin og ég hugsaði, við erum svo fá á Íslandi að það lifir ekkert, það kemur einhver tíska, allir í útiðubuxum. Já, ég sá það tók líka eftir þessi í Berlín. Já. Við verðum allir bara eins í kvelli, en þú tókst náttúrulega dæmi að mjög fámenni byggðum í Suðureyjum. En samt finnst manni að þegar maður er í Noregi, að þar eru mállýskurnar sko gríðarlegar, bara milli fjarða. Það er varla hægt að heyra mun lengur á Íslandi, mállýskum. Eiginlega ekki, sko, og ég held að vestfirskan sé nær alveg horfin. Þegar maður hefur verið að rekkur í kút þegar menn taka hana upp á gamalsaldri. Já, en það er sko með þetta, maður forðast slíkt, en er þetta eitthvað með okkur? Þjóðarenginn? Það spyrir ég þjóðfræðinginn á því. Að hlaupa eftir einhverju nýmæli alveg nýjungum stöðut sí. Ég meina, Norðmennir eiga sína harðangursfiðlu og hver er með sinn búning sko, og það eru mállýskurnar eru ótrúlega miklar. Ég er nú ekki með gott bragareira eða tóneira. En maður verður alveg sleginn þegar maður allt í einu bara byrjar að heyra íslensku í Noregi. En þú veist, allt í einu byrja norskan að hljóma eins og íslenska. Já. Og svo ferðu bara eitthvað 40 kilometra og þá verður hætt að hljóma þannig. Já. Og hugsa byrju, þetta er hvergi svona á Íslandi og heyrir svona afgerandi. Nei, ég hef nú svo sem ekki mikið vita á þessu með Noreg, en þegar maður heyrir auðvitað þessar kenningar að þetta hafi verið svo einangraðar þessar byggðir, þessir þröngu firðir og það hafi ekki verið mikil samgangur á milli. En hér það voru ekkert svo mikið einangraða byggðir hér. Kannski, má segja, vestfirðirnir hafi verið svolítið svona útaf fyrir sig og kannski eitthvað að hluta til austfirðirnir, en sko menn fóru að norðan í verið. Á hverju ári. En líka vestur á firði. Já, þeir fóru líka þangað, sko ekki að dölunum. Já, fóru vestur, þeir fóru á Snæfellsnesin, Suðurnesin.
Og svo fór fólkið að sunnan í kaupavinnu fyrir norðan á sumrin. Þannig að það var alltaf svo mikill samgangur á milli héraða. Og svo gaf ekki á sjó og þá þurfti að skemmta sér og þá var glíma og kvæðin, sungin eða kveðin og lært að lesa. Þannig það ekkert svona... Sagnaskemmtun. En þú ert ekki á því að það sé eitthvað við þjóðakartin í okkur það sem að veldur því að við erum svona ginnkeypt fyrir nýjungum? Ég bara þor ekki að segja neitt það. En heldur að verði svona endurvakning á þessum hljómaheimi? Sko, ég hef ekki hlustað á þau, en ég veit að það ungt fólk í Reykjavík sem hittist og kveður, kvæðakórinn og svo það í gangi hjá yngra fólki einmitt dálítil vakning ég gæti trúað því að það sé einmitt þessi samgangur við aðrar þjóðir og önnur lönd sem ekki alveg eins forstokkuð í nýjungagírninni. Þannig að þau koma til Ísland og spyrja og hvar Ísland? Finn ekkert. Nema kannski einhverja stöku einstaklinga. En það eitthvað að gerjast, í Reykjavík að minnsta kosti. Hjá yngra fólki. Ég þori ekki að fara með neina tölur eða fjölda varðandi það. Það líka oft þannig með svona gamalt að þegar hún tengdamóðir minn heitin kom á bæ og þar var maður sem lá fyrir dauðanum og vinur hans af næsta bæ kom og las honum til skemmtunar og það var einhver fornsagan og hún var frá Þýskalandi tengdamóðir mín og hún spurði mig heldur að þetta lifi áfram? Ég hefði aldrei í Þýskalandi séð þýskan bónda lesa fyrir vin sinn úr klassíkinni. Og ég sagði, ég veit ekki það, en það verður alltaf til skrítið fólk sem lesa þessa bækur og það verður alltaf til skrítið fólk sem kveður rímur. Blessunarlega. Herðu, Rósa og Ásdís, takk fyrir að koma hingað og segja frá heimildamyndinni Frá ómi til hljóms sem sýnd í Bíó Paradís og verður líklega sýnd guðum að vita hvenær á Ríkisútvarpinu. Kærar þakkir. Takk fyrir. Takk. Já, þá þetta lokinn á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllu gestunum sem hingað komið, Maríu og Birni fyrir að taka viðtöl og Pétri Fjellstið fyrir að taka upp og senda út. Ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og horfa og breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Ég minni á að þið hafi byggt upp samstöðuna bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið hafi séð hér sem ykkur líkar. Þá finnur fólk okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu á FM 89,1 á Stóru-Höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þeirra útvarpsendingar í spilarann, spilari.is á netinu og svo spilarinn líka app sem má hlaða niður í símann og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum, það sem net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Símann, þar hefur númer 5 á fjarstýringur, við erum líka í kabalkerfunum hérna suður með sjó og kannski eftirvill, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni sem 24 tíma sólarhring, 7 daga í vikuna, allan ársins samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem að knýr samstöðuna áfram eru sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifandur. Það fólk sem lítur svo á að samstöðin sé mikilvægur þáttur í lýðræðislegu samfélagi og vill styðja við rekstur hennar og uppbyggingu. Ef þú vilt slást í þann hóp velunara samstöðuna, þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.750 krónum sem grunn áskriftin. Þú mátt borga meira þú vilt
og því sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekkur samstöðuna. En þetta er orðið gott hjá okkur í bíli, ég ætla að segja góða nótt og svo sjáumst við aftur hérna á morgun klukkan 8, þá var það fréttir á samstöðinni. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.